Það fyrsta sem við ætlum að gera að koma töflukassanum upp og hann ætti nú að vera tilbúinn svona hjá okkur með svona klóu, blári klóu og einhverju og þið bara, ef það vantar eitthvað þarna í þetta þá talið bara við kennarann það. Við setjum kassan þannig að það eru 105 cm hérna í neðri brúnna á honum. Venjulega eru nú töflukassar hafðir aðeins ofar, en við erum eftir að gera töluvert af verkefni hérna fyrir ofan. Þannig við þurfum svolítið pláss í það fyrir rör og fleira. Þannig ég ætla bara að, ég er búinn að mæla hérna að kassin sko, hann 40 hérna á bakliðinni og hann bara mæli hérna 145 hérna í efri brúnna. Ég er búinn að merkja hérna miðjuna hérna og þetta verður svona frekar auðvelt að koma þessu upp. Hallamál náttúrulega. Svona. Það er komið rétt hæð. Svona. Setjum skrúfu hérna, laga hérna hallana, þessi beint eftir hallamálinu, kíkja og þetta er fast, setjum ykkur 4 skrúfur í þetta. Svo fylgir hérna með þessi poki á dóti hérna. Ekki henda honum, aldrei henda þessu. Þetta verður að geyma þetta vel þangað til að allt er búið. Í pokanum eru þessir hringir hérna og þeir eiga að fara hérna yfir skrúfurnar. Fastlok. Svo það er hérna nokkur auka, við setjum það bara hérna. Svona. Og ef það eru ekki göt hérna ofan á, þá færðu kennarann til þess að hjálpa þér að græja það. Það er ekkert að marka hvað ég er fljótur að þessu. Ég er búinn að vera að kenna þetta í mörg ár. Svona. Síðan á að vera í þessu, samkvæmt verkefninu, einn svona bílunarstuðningsrofi. Þeir eru festir hérna, þeir eru krækjast bara hérna, krækjast hérna á svona, svo smetla hérna sem maður getur þurft að ýta upp. Svo hérna. Svo koma eitt öryggi hérna sem stendur hérna á B16 og B10 þessi hérna, öll hérna. Þannig að einn í viðbót. Ég fái kennarann til að fara yfir þetta sem er rétt dót hérna. Það má ekki vera vitlaust. Ég er nú ekki ennþá að vita eða kunna hvað þetta er. Hvaða dótið ég að vera með. Svona. Allt verður fast, tekka á því. Þá eru öryggin komin í. Við þurfum að vera vissum að töflustútarnir hérna sé í lagi. Ef það þarf að skipta eitthvað af þessum, eða þá vantar, talaðu þá við kennarann og þið græðið þetta saman. Hérna inn í töflustútnum er svona járnklemma, járnspenna. Ég mæli með að smella henni úr í þetta skiptið. Venjulega
á þessi járnfesting að vera í til þess að rörið dragist ekki út úr. Og við viljum það náttúrulega alls ekki gerist ef þetta er inn í vegg eða eitthvað slíkt. En í þessu tilfelli þá ætlum við að festa rörið öðruvísi og þá þarf þetta agnhaldi ekki að vera í. Við getum tekið þessa hérna skinnu úr, svona, fyrir okkur. Það eru bara svona smellur hérna á endanum hérna, það var þægilegt. Þessi í hérna. Síðan eru nipplar hérna. Nippillinn er festur með svona ró sem að fer hérna á. Mál að setja þetta í. Þessi bara í aftur. Og getur þetta ráðið hvort hann er hér eða hér. Það sem við ætlum að gera núna er að byrja að vinna þetta verkefni hérna. Og við ætlum að byrja hérna megin. Og það eru þessar dósir hérna sem við ætlum að nota. Nú er mjög gott að hafa svona, til dæmis svona erkonhníf. Þetta er svona hnífur sem að sker í beygju. Og ég tek bara úr þessu hérna, gerir gatt. Smelli þessum í hérna. Kannski ertu með dósir sem að eru með tilbúnum svona stútum. Eitthvað svona. Það var það allt í lagi. Það er aldrei að vita hvað skólinn keypti í þetta skiptið. Og svo ætlum ég bara að festa þetta hérna á. Dósirnar eiga að vera í 110 cm hæð og það er alltaf mælt í miðja dósina. Hæðin er miðja dósina. Frá full frá gengnu gólfi. Ég er búinn að hérna mæla mig upp í 113,5. Þessi dósin er 70 og af því að ramminn sem kemur framan og hann er 8 cm. Þá verð ég að hafa að minnsta kosti 8 cm á milli dósana. Ég ætla að hafa reyndar 8,5. Ég ætla að biðja ykkur að gera það líka. Þá hafið þið svona smá svigrúm ef nákvæmnin er ekki nóg. Það eru til svona rammar sem eru fyrir 2, 3, 4, 5, 6 dósir. Þá eru dósirnar hafðar alveg saman. Ekkert bil á milli þeirra. Það gerir maður venjulega, en við erum ekki að gera alveg venjulega núna. Og til þess að flýta fyrir mér þá var ég búinn að mæla. Ég ætla bara að setja þessa dós hérna í þessa hæð hérna, akkurát. Ég er með svona laser hérna, en þið getur náttúrulega líka að nota bara hallamál. Strýka það sem þetta á að koma og svo setjum maður bara smá strik hérna. Þetta er bara snerta hérna, ég ætla að hafa þessa dós alveg út á enda hérna. Ég ætla bara að byrja á að tylla það möllum hérna. Síðan var ég búinn að gera hérna svona rörbúta. Þeir eru nákvæmlega 30 cm langir. Skemmtilega þægileg tala.
þessu vel honni í. Þessar hérna bara ofan á. Alla leið. Nú þarf ég lítið hallamál. Fullkomið. Þá er þessi hluti kominn. Þegar við setjum upp þessi ljós, þá þurfum við að passa þessu í beinni línu og sömu hæð. Og ég er einfaldlega búinn að nota leyserinn hérna, ég er að setja ljósin í nákvæmlega sömu hæð og ljósin hérna hinum megin. Við getum líka bara mælt það frá gólfinu, en ég ætla að gera þetta svona. Og þið getið líka að nota hérna bara hallamál og hérna til þess að gera þetta. Það er að strika bara hérna línu þegar það að koma. Og það er mjög gott að hafa 3 cm á milli ljósana. Hvert ljós er 8,5 cm pluss 3 gerir 11,5. Við þurfum 3 cm svona cirka til þess að því að sumstaðar hérna koma 2 kaplar á milli ljósana eins og er á teikningunni. Ég ætla bara að merkja hérna strax 11,5 hérna. Þar byrjar næsta ljós. 23 34,5. Svona. Síðan setjum ég bara ljósin þar. Þetta hérna er alveg út að enda. Og núna er tilvalið að nota leyserinn eða bara hallamál, það gefst ekki þetta á milli. Þá getum við kannski gert svona. Svona. Hérna getur það gerst að það er járn hérna á bakvið hjá ykkur og þá er þessi skrúfa of löng. Við einfaldlega styttum þessa skrúfu þá. Við megum alls ekki reyna eitthvað að klippa hana. Við notum aðra aðferð, við brjótum skrúfuna. Finnum okkur bara eitthvað svona 2 tangir. Skrúfan eru það hörðu við stáli. Það er ekki hægt að klippa hana með neinum klippum, en hún brotnar hins vegar mjög auðveldlega í staðinn. Og við brjótum hana bara passlega langa. Setjum hann í. Nú er komið að því að festa rofana. Þið sjáu að ég er búinn að festa 1 rofa. Á teikningunni er hérna lengst til hægri þangað. Samrofi
samrofi og það stendur 6 aftan á þeim númerið á þeim. Líka, þeim verður merkt hérna, stendur 6 hérna á þessum rauða flipa hérna. Þannig að það er samrofi og samrofi þarna lengst þangað. Og síðan erum við með venjulegan rofa, stendur 1 á honum. Það er krónurofi eða tvöfaldarofi, dömutökkum hérna. Og þið sjáum að við erum eftir að bæta við einu ljósi hérna fyrir neðan. Ég ætla ekki að gera það fyrir að bara kemur að því að tengja það ljós. Og svo er venjulegur rofi hérna aftur. Og þegar að þið eru að ná ykkur í búnað, þá vil ég ekki eitthvað sem að lítur svona út. Ég vil ekki fá einhvern fyrir þetta hérna, svona tekið úr þessu. Og ekki svona heldur. Ná ykkur bara í eitthvað sem er í lagi, eitthvað sem er heilt. Og af því að við viljum fá einhvern fyrir eitthvað sem að lítur almennilega út. Þið sjá að þetta er ekki til lagi svona sko. Þetta er alveg forljótt hérna með hvernig tekið úr þessu. Svona á ekki að gera þetta. Við ætlum að gera betur en þetta. Til þess að opna þessa rofa hérna, þá þurfum við, það er annarkvort bara að teka maður með puttunum hérna í og smellir vippunni af. Það er alltaf vippa hérna í miðunni. Við getum líka að nota elgónhýfiðin eða eitthvað til að koma sér undir. Og síðan þarf að smella þessu hérna. Ekki bakliðinni heldur bara hérna og þá kemur fronturinn af. Og þið sjáu að ég er búinn að taka hérna mjög nákvæmlega sömu hæð hérna og hérna hinum megin. Þetta er nákvæmlega sama hæð í miðjan rófan eða miðjan dósina. Og ég miða við staðsetningun á þessu og þá er fjarlægðin hérna að fyrsta rófanum nákvæmlega 17 cm hingað að. Og ég hef eftir að setja þarna 2, þetta eiga báðir að vera samrofar. Og þó skiptir í sjálfu sér ekki máli hvernig þeir snúa, þá muniði það að á Íslandi þá kveikjum við alltaf hérna niðri sem er öfugt við landið framleiðandans á þessu. Þannig að við höfum stafina þannig að þeir eru á hvolfi. Þessi B og L og þetta dótarið, þetta er á hvolfi. Og ef þið viljið hafa smá bil á milli rófana, svona hvað, þá megið það alveg. Þið þurfum bara að passa að þeir komist allir fyrir hérna. Ég er ekkert að negla það niður hvað er langt bil er á milli hjá okkur. En þið verðið að passa upp á það að þetta sé alveg fullkomlega lóðrétt. Alveg fullkomlega lóðrétt. Og þráðbeint. Og það er ekki auðvelt. Þeir eru virkilega að vanda ykkur. Krónurofinn, það stendur 5 á honum. Muna snúanum á hvolfi. Það getur verið ágætt að fara bara niður á hnén ef maður er að gera þetta.